Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum komin saman til þess að ræða mesta áhugamálið okkar sem er Guðs orð og svona hvernig Drottinn leikur við okkur frá degi til dags. Hann strýkur okkur blíðlega og fer góðum höndum og næmum okkur en það er ekkert endilega víst að allir í kring geri það. En ég bið menn nú að vera ekkert að hugsa of mikið það því að maður er svona og maður það liggur misjafnlega á mönnum og við þurfum ekki annan að horfa í eigin barm og kannski sjáum við að við erum fólkið sem liggur misvel á. Og ef það er svoleiðis á milli daga er mjög sennilegt að einhvað angri okkur. Eins og einhvern tíma var sagt, einhver steinvala sé að nuddast við hjartatetrið okkar. Og að því að hún er þarna þá líður okkur ekki vel. Og þessi steinvala getur haft ýmsar birtingamyndir. Hún getur verið manneskja. Þannig að þetta er eina af ástæðunum fyrir því að Drottinn segir okkur að elska hverri aðra. Við þekkjum orðið, heyrum orðið, en áhaldum hvort við skiljum orðið. Því að elska mann og konu, eins og þarna er talað þurfum við að vinna að. Það kemur ekkert að þessu hlaupandi til okkar bara hér er ég og taktu við mér. Þetta er vinna sem við þurfum að fara í, sem við þurfum að stunda, sem við þurfum að vilja umfram allt annað og sjá. En það er ekki mikla líkur á því að syndin í öllu sínu veldi sé neitt að birta okkur þetta. Og meira segja trúin á í mestu erfiðleikum oft að benda trúuðu fólki á hvar skóinn kreppi. Þetta er til að mynda birtingamyndin þarna þessi gremja oft sem er að herja á kristi fólk. Er það ekki svolítið svona dómur yfir okkur þessum kristnu mönnum hver þetta oft fær að herja? Gremja segirðu. Hver er hann þessi gremjubolti sem þú ert að tala um? Sjálfsögðu erum við ekki að benda á neitt. Að sjálfsögðu erum við bara að tala um okkur sjálf. Að sjálfsögðu erum við fólkið sem að þurfum auka að okkur, gæta að okkur og gera og að vita hvað býður og hvað getur mætt og hvað getur mætt. Nefndu það og það getur mættir. Alls konar sem getur mættir og alls konar hefur mættir og alls konar mun mæta þér. Í þessu ljósi sjáum við að við þurfum að vera vakandi og það er talað að vaka í orði Guðs. Við eigum semst að vaka í okkur sjálfum. Og þá er gott að spyrja, er ég þessi gremjubolti? Það er mjög erfitt að viðurkenna þetta vegna þess að gremjan á ákveðnum stað eiginlega hún blindar gjörsamlega mannin. Og hún hefur burði á sínum stað varpa öllu á einhvern annan. Þetta er bara í eðli manna að varpa yfir á annan og hvað gerist þá? Ég er stikkfrí.
Ég sem sagt fórnarlamb. En ekki svo að skilja að ég sé fórnarlamb. Ég tek svona dæmi vegna þess að svona eru við menn. Ef við uggum ekki að okkur. Ef við vökum ekki. Og þarna verið að tala vaka yfir sér sjálfum, yfir trú sinni. Og það hefur maður séð að ég oftar komist að svona orð, þau beinast að okkur sjálfum, eins og svo margt annað í Biblíunni. Vaka, við getum farið að líta í kringum okkur og reyna að sjá einhvað þar sem við þurfum að standa á varðbergi fyrir. Það gott að vera vakandi þar, en þetta byrjar allt hjá mér sjálfum. Þar kveiknar gremjan. Þar kveiknar vonskan, þar kveiknar ílskan. Ég án afsökunar. Ef ég læt þetta gleypa mig. En þarna þarf ég að vaka, og þú segir þetta með mér, þarf ég að vaka. Og það þetta sem Kristur að tala þegar hann segir vakið. Þér viti ekki tíman stundina, nákvæmlega. Þú veist ekki hvenær þetta byrjar að þróast í þér. En Drottinn segir samkvæmt þessu, þá átt þú með þekkingunni á orði Guðs, með hjálp þekkingarinnar á orði Guðs, að geta áttaði á þessu að einhverju leyti. Þér viti ekki tíman stundina. Allt í einu ég og þú og við orðnar þessar gremju fulla manneskjur. Og gremjan hjá okkur getur verið komin á þann stað að við erum í raun og veru búin að varpa henni allri sem ábyrgð yfir á aðra manneskju. En það getur aldrei verið rétt niðurstaða. Og hvað höfum við fyrir okkur í þessu? Eigin ábyrgð á eigin lífi. Það staðfesting til mín. Og þegar við erum búin að fá þessa staðfestingu, þá líka fara að kvikna og lifna við orð eins og vakið. Og við jafnvel sum farin að sjá þetta orð vakið í nýju ljósi. Með öðrum orðum, við vökum yfir okkur sjálfum. Það æ oftar sem Drottinn í raun og veru að benda mér á þetta. Þú þarft að vaka yfir sjálfum þér, þú þarft að vaka yfir þinni trú, þú þarft að leyfa orðinu að vinna í þér. Og hvað meira? Fyrsta skrefið þar að eiga til orð í sínu hjarta. Því orðið það vinnur út frá því sem þú hefur verið að nema upp úr fræðunum sem heitir Biblía. Og hvar erum við stödd þar? Það allur gangur á því hvar við erum stödd, hvað lestur og stúdering í orði Guðs varðar. Vökum til að mynda yfir lestri orðs Guðs. Og skiljum hvað orðið að það kemur sér fyrir í hjartanu og trúin notar þetta orð til að ég haldist vakandi. Ekki fyrir þér, nema þó að einhverju leyti. Heldur fyrir minni eigin trú. Af hverju? Ég birtingamynd Drottins í kringum mig. Ég, segðu þetta með mér. Hegðið yður ekki eins og heimurinn, segir.
heldur taki háttaskipti hugafarsins. Akkur eru þessi orð og takt eftir því það er verið að tala við hina kristnu. Hegðið yður ekki eins og heimurinn. Þetta er stórkostlegur boðskapur sem við ættum að vilja gefa gaum. Og sjáið þið hvernig við þurfum að byggja grunninn. Við þurfum að vaka. Við þurfum að standa á varðbergi gegn andstyggð sem heitir gremja. Gegn andstyggð sem heitir öfund. Gegn andstyggð sem heitir sjálfsvorkunn. Allir þessi þættir eru í manninum og þeir virkjast að þeir eru í manninum nema við séum vakandi fyrir því sem við eigum og við eigum orð Guðs, við eigum heilagan anda, við eigum trú sem vill vinna með það sem Drottinn hefur sett í hjartað. Við þurfum að vaka fyrir því að þetta sé allt starfandi í okkur. Hvernig gerum við það? Við biðjum í Jesú nafni leiðirnar fyrir okkur hvert og eitt til að gera þessi verk. Og þær eru sjálfsagt margar því ekkert okkar er eins. En Guð veit leiðina fyrir hvern og einn. Þannig að við sjáum hvernig orðið er að blína á mig. En við aftur á móti, að því við erum bara fólk, veiklunda fólk, sjáum þetta svona alltaf út frá okkur. Vökum. Já. Nú kann vera orðin eitthvað einkennilegur síðustu dagana. Það er ekkert verið að tala um það. Kannski konni orðin eitthvað einkennilegur. En það er ekkert verið að tala um það. Það er verið að tala um mig, já, konna, eða þig, sem sitt hvort einstaklingin. Ég, konni, þarf að vaka, þú, nefndu nafnið, þarft að vaka. Fyrir þessum þáttum, gremjunni og öðru, til að þetta gleypið ekki því að það er stutt í ílskurna frá þessum stað. Og hún sleppir engum fyrir henni fulla hnefana. Það er víst. Þannig við sjáum að það er ástæða fyrir því að öll þessi varnaðarorð eru gefin til einstaklings. Að því að við erum svo veiklunda fólk. Ég veit ekki hvernig þú tekur því þegar talaður veiklunda fólk. En ef þú skoðar það mál í sanngirni, í sannleika, við erum að tala sannleikan hér. Við tölum líka sannleikan til okkar sjálfra. Þá æpir hann á þig þessi veikleiki. Þarna brást ég nú ekki rétt við maður. Og svo framvegis. Að veikleika brást ekki rétt við. Og undanfarinn, aðdragandinn að þessu öllu er eitthvað sem hefur fengið að grassara í þér lengi. Jafnvel það. Og hvað er þetta eitthvað sem er að grassera í þér lengi? Eitthvað sem er svo steinvala við hjartað, nuddast við hjartað. Og rótin er, við sjáum þetta með Davíð og Sál. Akkur hataði Sál Davíð svona svakalega eins og hann gerði. Davíð fyrir Sál var orðina steinvölu.
hún nuttaðist við hjartað í honum. Og þess vegna reyndi hann að drepa hann aftur og aftur. En tókst ekki að þeirri einu ástæðu að drottinn stóð vörð Davíð. Hann hafði blessað Davíð til konungs, smurningu sem Salómon sá að gera. Hét hann ekki Salómon? Samúel fyrirgefið. Og það var löngu áður en Davíð verður konungur. Og Sál löngu áður en hann misti þessa krúnuna, hann var nú drepinn, hljópa hann ekki, fjall hann ekki, lét hann ekki fallast á eigi sverð, gerðu það nú oft þessi kallar. Þegar þeir sáu fram á það, þeir voru að tapa stríði, þá fjalluðu fram á sverðið, því að þeir vissu að þeir eru drepni hvort þið er. Og þá sér hann það, gerir sér sennilega ekki grein fyrir því, að Davíð vekur honum þvíleika öfund að margt illt og vont kom út af því. Davíð var í tilviki Sáls þessi steinvala. Þess vegna var hann svona hatramur gegn Davíð. En Davíð svaraði aldrei í sömu mynd. Aldrei. Af hverju? Af því að Davíð var sá maður, það stórmenni, hann viðurkenndi Sál, þó hann væri eins og hann væri, sem Guðsmann, sem drottinn á sínum tíma hefði smurt, en þann vissi það líka auðvitað að hann tók smurninguna af honum. Hver? Guð. Og hvað? Færði smurninguna af honum yfir á Davíð. Í gegnum hendur Samúels. Vissi Davíð hvað til stóð? Pottþétt ekki ef þú lest söguna, því að þegar Samúel kemur til föður garðs Davíðs og þá eru þar fyrir strákarnir hans, kannski við erum búin að fá fregnir af því að það ætti að smyrja einn af þeim til konungs, en Samúel sá, hei, hann er ekki hér, áttu fleiri. Það er hann einn sveimhugi hann út í haga og þú hefur nú alltaf áhuga fyrir honum. Og hann fer út í hagan og finnur Davíð og hann er smörður þarna til konungs, já, út í haganum held ég. Þannig það er alveg ljóst að Davíð er algjörlega grunlaus það sem er að fara að gerast. Þannig við sjáum að þáttur hans sem einstaklings í þessu verki er 0. Svona vinnur Guð. En að því að menn gleyma stótt Guði í verkinu, þá fara þær að hata menn. En við sjáum söguna og þekkjum söguna hvernig Davíð eignaði smurninguna. Hún bara kom til hans og hann hefur sennilega verið mest undrandi allara á því að hafa verið valinn í þetta verkefni. Þannig við sjáum að maður er ekki Guð. Og þetta þróast á þann veg hjá Sál, hann er konungur í áratugi eftir þetta. Ég veit ekki af hverju. Að hann fyrir að hata þennan mann að þetta er steinvalan sem nuttast við hjarta hans. Og við vitum söguna að Davíð í augum Sáls var náttúrulega alveg bullandi sekur, en við segjum
Davíð var saklaus. Hver er staðan í dag? Þarna erum við að horfa á mann fylla skremju, uppi rjáfur og tilverður alls konar í kringum það. Og hann hataði Davíð. Og hann gerði nokkra tilraunir til þess að myrða hann. Já, það segir frá því að það hafi illur andi frá Guði komið í hann. Og hvað gerði hann? Greip spjót og hljóp eins og hann gat með það fyrir fram að sig og ætlaði bara að reka Davíð í gegn með því, en Davíð léttur á fæti, skaut sér undan og spjóti lenti í einhverjum trésstólpa eða eitthvað og gekk langt inn í tréð. Hvernig gat það gerst? Af ferðinni sem hann var á, af hlaupum kalsins, gerðist það. Þannig að við sjáum að Sáli er umhugað að vinna verkið, klára þetta mál. En hann kláraði það ekki. Og þú klárar ekkert verk sem Guð er búinn að ákveða að fara í annan farveg. Sá farvegur mun opinberast og hann opinberaði þegar að Davíð verður þessi konungur. En þá var náttúrulega alveg búið að gerast þvílíkt fyrir Davíð greyið að fáeirt er í raun og veru. En á sínum tíma öðlaðist hann kórónuna. Og orð Guðs segir að Davíð þessi hafi orðið með farsælli konungum Ísraels þjóðar. En að komast í þessa farsæld var ekki gert á einum degi. Allur þessi aðdragandi og allt það sem hann mætti af hendi fyrrum konungs, Sál, bjó til Davíð sem að Biblían hampar og við elskum, en hann þurfti sinn skóla til að verða það sem hann varð. Þetta er auðvitað bara mynd af ferð minni og þinni að því embætti sem við erum kallaði til að gera. Og ef þú skoðar þína sögu, ef ég skoða mína sögu, að þá hefur þetta verið ferðalag til að móta einstakling í það hlutverk sem Drottinn ætlar honum. Við köllum það köllun mín. Var það ekki köllun Davíðs að verða þessi konungur? Og ekkert annað. En hann þurfti að fara í sitt ferðalag til þess að ná öllum þroska sem að embætti kallaði eftir. Og að hann var með Guði allan tíman, gekk með Guði og ljáði ekki máls annað á öðru en að vera Guðsmaður eins og hann var í hjarta sínu, þá hefur hann þau ummæli sig í dag að hafa verið farsæll og góður konungur. Hver verða ummælin mig og þig? Ég veit ekkert það og hugsa ekkert það. Fyrir mig sjálfan, ég veit ekki með þig. En ég veit að ég þarf að skila þessum degi af mér með sóma í Jesú nafni. Það veit ég. Og það hefur verið ásetningum minn að gera á hverjum degi í þessi 30 ár sem að ég er búin að vera trúið manneskja yfir 30 ár. Og ýmislegt hefur lærst á þessari leið. Og ég get alveg lofað þér því að ég er ekki sami maður og steig inn í Guðsríkið í október mánuð árið 1989
og þú ert að horfa hér á í dag. Þú ert að horfa auðvitað á sama einstakling, með sömu kennitölu, með sama nafn. En hugarfarið er talsvert breytt og orðið talsvert guðlegara frá þeim tíma vegna þess að drottinn hefur fengið að sjóa þennan einstakling til, alveg eins og Davíð, alveg eins og þig, alveg eins og alla aðra. Sumir eru reyndar oltnir út af vagninum. Það er náttúrulega bara þeirra val og var það mig ekki í sjálfu sér. Og ég hef ekkert í raun og veru að segja. En get litið á fyrir mig sjálfan sem víti til varnaðar. Ég get tekið ákvörðunum þegar svonanlega gerist að vilja ekki fara þessa leið sjálfur. Ég reikna með að trúin kalli þetta visku í verki. Þannig að einhverju hefur hún náð fram í þessum einstaklingi sem hefur orðið til farsaldar og blessunar. Allt val. Að því að sumt vill maður ekki fara undir. Ég vill ekki verða þessi gremjubolti sem ég hef séð svo oft hér og nú. Af hverju? Við erum að tala um það. Við vöktum ekki. Við föttum ekki hvað átt væri við með orðin að vaka. Sáum ekki að þetta var verið að beina þessu orði að mér sjálfum. Að ég skildi þessar kenningar sem settar eru fram. Vakið. Það er alltaf að renna betur og betur upp fyrir mér að það sem Biblían er að segja, til að mynda til varnaðar orða, á við einstakling. Ég er einstaklingur, þú ert einstaklingur. Það er kennslan sem þarf að ýta fram að það er átt við þetta. Þannig að bendandi fingur að einhver sé alveg arfa slöpp manneskja á ekki við. Vilji menn hafa bendandi fingur á lofti, þá skulu við beina honum að sér sjálfum. Því að það er þangað sem að orð Guðs er að beina spjótum sínum. Við töluðum á hann Sál og Davíð. Sál, klíjar við þessum hann og Davíð. Hann rændi embættinu af mér. Sagði Sál, í raun og veru. En við þekkjum söguna. Við vorum að segja hana. Davíð átti síst allra manna von á að vera tekin bara og smurðuð til konungs. Við sjáum aðdragandann að þessu. Þegar Samúel sagði, átti ekki fleiri stráka en þessa? Já, það er að neitt hann til haga, þú hefur nú sjálfst engan áhuga fyrir honum. Það getur vel verið að Samúel hafi engan sérstakann áhuga haft á honum. En hann, Davíð, var maðurinn sem Guð var að senda Samúel til. Þannig að það er alveg ljóst að Guð hefur alveg gríðarlega áhuga fyrir Davíð. Og bara á sekundubroti er Davíð að kannski að semja lag fyrir flautuna sína eða hörpuna sína á. Og allt í hennu bara, hei, ég er konungur yfir Ísrael. Þetta gerðist hjá Davíð. En okkur vaknaði hatur frá Sál til Davíð. Það er þetta sem við erum að tala um. Það er þetta sem áttir við þegar orðið vaki kemur upp. Gætum okkar. Því að þetta eru allt kenndir og tilfinningar í okkur
sem búa þetta til. Akkur haldið þið að þessar sögur sé í Biblíunni? Til að mynda Sál og Davíð. Fyrir mig að læra. Hef ég lært af þeim? Ég hef lært alveg helling af þeim, já. En þú? Þú svara því. Það er mjög mikilvægt, og þetta skilja allir menn, að við áttum okkur á því að orð Guðs er fyrir mig og fyrir þig. Segðu nú gott að ég heyra orð Guðs, maður. Ekkert nema ílskan og stælarnir. Getur vel verið. En ég segi þér, þetta eru ekki orð sem þú átt að láta þér munn fara. Þú og ég og við höfum alveg nóg með sjálf okkur. Ég gæti hins vegar sagt, Drottinn gefðu að ég verði ekki þá eins og þessi. Hjálpaði mér til að ég geri þinn vilja, til að ég lendi ekki á sama stað og þessi. Það geti ég gert. Og ég hef svo sem oft gert það. Að ég hef lært að suma af því sem ég hef séð og auðvitað reynt sjálfur. Og það er heimilt. Það er að byrgja brunnin áður en viðkomandi dettur ofan í hann sjálfur. Sál gerði það ekki. Davíð hins vegar gerði það. Hann sagði, ég snert ekki hár á höfði þessa manns, því ég veit að Guð hefur kallað hann. Þannig að Sál féll ekki fyrir hendi Davíðs. Við veitum að Sál féll fyrir eigin hendi eftir tap við Fílista gegn Fílistum og það var allt orðið ljóst í hvað stendi og hann lét fallast á sverð sitt. Eins og vorum að tala áðan, þá gerðu menn þetta oft þegar í þessari aðstöðu. Því þeir vissu að þeir eru hvort þið er teknir af lífi. Það var svona reglan í þessu að séð verður. Þannig að þeir flýttu bara ferlinu. En við þekkjum söguna á undan. Bardagan. Og milli þeirra eða frá Sál til Davíðs af einu saman hatri og einni saman öfund. Steinvar. Ég þoli þetta ekki. Þetta er allt saman sögur til að ég og þú við lærum af þeim. Og ef við erum á þeim stað að vaka og skilja hvað það er að vaka, þá held ég að við munum fleyta okkur fram hjá alls konar gjám og ám og djúpum holum. Og hvað gerist? Lífið er miklu betra. En við þurftum að hafa fyrir því að sneiða framhjá og fara jafnvel aðra leið til að komast rétta leið. En við gerðum það þá. Að við erum hygnarmanneskjur sem hefur leyft trúnni á Jesú Krist að leiðbeina okkur. Og við skiljum æ betur hvað átt er við með orðinu vakið. Og við segjum, erum sammála því að það er alveg stórmerkileg hugsun. Að orðið, eins og Biblían talar það, beinist að öllu leyti að mér og gerðu þetta með mér, beinist að mér. Eins og allt orð Guðs í grunninn er gert, það beinist að einstaklingnum, elskið hverjir aðra. Við hvernig er hann að tala. Þig og mig. Fyrst mig, þegar ég þarf að elska. Hvað þú gerir er þitt mál, en ef þú elskar, þá eru þarna tveir sem elska. Og hvað gera tveir sem elska?
þeir líklega rækta vináttun á milli sín. Það er ekki nóg að ég elski, það er ekki nóg að þú elskir, ég verð að elska líka. Sjáu ekki að Biblían er að tala við einstakling. Og svona getum við rakið þetta áfram og áfram og segjum, hei, hún er að tala við mig. Þannig er orð Guðs. Og þetta var mikil opinberun fyrir mig þegar ég sá orðið í þessu ljósi. Og ég segi, svona er orðið. En, erum við ekki búin að tala í einhvern tíma, afsakið, segjum þetta gott og Konráður Rúnar Friðriksson þakkar fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.